Herðu, við ætlum að ræða fjölmiðla en kannski fyrst og fremst kvöldfréttatíma sjónvarpsstöðvanna í tilefni af því að Sýn sem að rekur, Sýn, þetta áður Stöð 2, hefur dregið úr útsendingu fréttatímana. Það ekki helgar lengur. Ég hef nú sagt þessa frétt hérna 3 eða 4 sinnum en svo satt ég heima í gær og sá að klukkan var að vera 6:30 og ætlaði að stilla yfir á kvöldfréttinar og fattaði allt í að það er ekki, það eru bara farnar. En til þess að ræða þessi tímamót og hvað muni kannski geta gerst í framtíðinni en líka horfa kannski aðeins tilbaka Ingvi Hrafn Jónsson kominn hingað sem var fréttastjóri Stöðvar 2 og Ríkisútvarpsins líka, fyrst Ríkisútvarpsins. Ég veit þetta náttúrulega ekki gleðileg tíðindi. Mér finnst þetta hörmuleg tíðindi og ég sagði nú á fjársbókafærslu daginn og að ég var sannlega eini fréttastjóri á landinu sem hefði upplifað hvort tveggja. Ég upplifði það að vera fréttastjóri ríkis einokunar í sjónvarpsfréttum og síðan í samkeppni og síðan verða fréttastjóri samkeppnisaðilar. Þannig að ég er búin að súpa hérna í ýmsa ausuna en það eru 39 ár næstu því upp á dag að ég byrjaði þarna fréttastjóri og í haust 10. október 26 verða 40 ár liðin frá leiðtogafundirum. Og það sama dag og Gorbatsjov var að lenda á Keflavíkurvelli var Palli Magl og hans lið að koma Stöð 2 í loftið og ég var mjög full yfir því að mér hafði verið gefin ordra, ég man ekki hvaðan hún kom frá einhvers konar fjarskiptastofu að ég yrði að leyfa Stöð 2 að komast inn í útsendingun okkar og mér fannst það í samkeppnisandanum mjög óviðeigandi. Þeir veit ekki að stóri bróðir eigi að vera með svona rausnarskap. Já, það var eiginlega þannig. En sko það sem gerist Gunnar Smári og þú náttúrulega gamall fjölmiðlahundur eins og ég að þegar Stöð 2 kemur, þá bara breytist öll fréttastofa. Ég ekki að segja fréttastofa mín var fín alveg, ég var búin að vera til rúmt ár og hún var fín og allt í elegansa og allt nema bara þegar Palli fyrir loftið, Páll fór frá því að vera minn varafréttastjóri og yfir að vera fréttastjóri á Stöð 2. Þeir keyptu hann Jón Óttar og þeir og ég man þegar Palli kom til mér og sagði mér frá þessu að ég sá að við sem mjög eftir honum því hann afburða hæfur drengur þá segir hann ef þú færð þá til að garantera þér 2 ára laun þú veist, ég hef ekki nokkra trú á því að þetta myndi lifa þá lætið þið fara nú svo fór hann, ég man ekki hvernig þetta svo sem endaði en það breyttist allt þú veist, allt í öðru fóru menn fara að horfa á aðra fréttir sem voru undan okkur hvað eru þeir með og menn fóru svona fara til að titra frá því að vera svona hvað ég að segja arrogant á þessu að væri illkvittnis arrogant en bara þegar þú ert einn og átt þetta og mátt þetta og ræður öllu að það bara alltaf að viðhorf og bara núna Gunnar Smári 2025 að ríkið skuli vera að selja auglýsingar fyrir á 2 milljarð til að fá til viðbótar einhverja 6 milljarða framlög og þetta eiginlega þetta svo úr skjön við allt sem að okkur finnst í þessu frjálsa þjóðfélagi sem við erum búin að byggja upp hérna ég lá ekki orðið yfir þessu. Það var náttúrulega allt annar andi þegar fréttastofa var ein. Ég orðaði þannig að þá byrjuðu fréttatímann sannlega að segja yður í fréttum með þetta helst. Það var eins og verið bara ein rödd til. Já. En þegar samkynnin verður þá verður bæði til kannski annað sjónarhorn á fréttir, annar svona ryþmi og blær og tónn, ekki? Það breytist margt. Já, þarna voru það. Ekki bara frétta matið eða hvað í fréttum, heldur líka hvernig þeir eru sagðar, að vera á vettvangi, tala við fólkið.
Já, hún fer út í það að þú er á þessu litla skeri. Ég meina, það er oft, og það er ennþá dag í dag, mjög töff að fylla inn 24 til 26 mínútur af fréttum inn í þennan hálftíma sem að fréttum ekki þetta ráð fyrir. Og það er það ennþá dag í dag og ég horfi ennþá með aðdáun á fólkið sem er að vinna fréttamennina, sem er að vinna fréttirnar og eru kannski með eins og Stöð 2 sérstaklega á Sýn að þá er kannski fréttamenn með 3 fréttir inn í einn fréttatíma og það er svona yfir náttúrulegt orka sem þarf að fara í það að berjast við deadline og koma með kannski bara 6 eða 7 mínútur inn í fréttatíman. En það sérðu það breytingin sem er orðið svo að náttúrulega tæknin sem komið, þú getur sendt út bara sjónvarpsútvarpsþjónun í farsímanniðinum, hvar sem þú ert í heiminum, skilur að stór hluti í fréttatímanum á báðustöðum er einhverja beinar útsendingar frá því að það er verið að opna eitthvað í húsdýragarðinum eða það er konsert hjá Karlakór Reykjavíkur eða Fórsbræðrum eða það er jólafundur hjá kvenfélagi, skilurðu. Og þarna er bein útsending og það er vegna sem menn er að fylla inn í þennan eins og á Stöð 2, náttúrulega bara þeir eru konir í 15 mínútna ramma á fréttirnar. Þetta er ekkert að gerast allir núna, þetta er búið að fara á því að fara úr hálftíma fréttatíma niður í 15 mínútna fréttatíma og svo núna helgar enga fréttatíma. Herðu, þegar að þú varst þarna, ég sá að í síðustu könnun það sem verið að reyna að mæla hlustun þá var 17% áhorf á fréttatíma Sýnar og 24% á Ríkisútvarpið. Já, það er ekki meira. Nei. En það er samt það. Ég veist að margir sem að við varum að tala við út í bæ myndu ekki trúa því að væri samt 4. hver Íslendingur sem að horfir á RÚV fréttunar. Og hvað ætla að sé þá 7. hver sem er að horfa á Stöð 2. Og það voru 60% að horfa á mína fréttir þegar ég tók við þarna sér Emil og þegar Stöð 2 kom inn í þá fór hjá okkur ég man ekki niður í einhver 40-45% skilur og Palli var kannski með einhver 15-20-25%. Við höfum meira, 34% sko. Já, og kannski 46% ég var að skoða ykkur á tölur. Þetta er náttúrulega svolítið öðruvísi, þá ertu eiginlega bara með þjóðina í sófanum að horfa á fréttirnar og svo þetta segja fréttir sem að 5 ára og 95 ára geta horta á saman. Þegar ég var þingfréttamaður sjónvarpsins í 4 ár áður 79 til 83 áður ég lét plata mig að fara í þarna fréttasjóna þá var ég með þátt klukkan 10 á þriðjudagskvöldum tímdrifið 10 eða 20 með sem hét Þingsjá þar sem ég kallaði til minn svona eins og þið að gera hérna. Það var miklu meira þessi kannada. Ég var með 50% áhorf á þriðjudögum og það var ekki mann að tala daginn eftir á vinnustöðum eða þú veist á kaffistofum á vinnustöðum og hver hefur sagt hvað og hvort mér hefur tekist að æsa þennan eða hinn eða upp og annað. Þetta var alveg sko astronómískar tölur. Sem enginn nær núna. Nei. Ég held að Gísli Marteinn sé með 30% á föstudagskvöldum. Og þá vantar að þá er það yfirburða hann er langhæstur sko. Langhæstur. Ég held að þú eru bara landsleik til þess að vinna hann sko. Já. En það sem ég var eiginlega að velta fyrir mér, þetta er náttúrulega öðruvísi fréttir ef þú hefur á tilfinningunni að það séu bara allir landsmenn að hlusta. Já. Eða hvort það séu fréttir sem að bara sérstakir áhuga mennum fréttir velja eða, ég veit ekki hverjir, hvort það séu slysarhlustun eða bara vilt svo til að það eru fréttir. Monta mig af einu að þegar ég varð fréttastjóri på Stöð 292 held ég mitt ár 93 að þá náði Stöð 2 þeim áfanga og náði ég þeim áfanga að ná
vera með ég var með 40 og ég held að RÚV var með 44% og ég var 43% Þorvar. Þetta var aldrei gerst áður. Þannig að þarna getur ímyndaður, þarna bara sko helmingu þjóðarinnar að horfa á báða fréttatíma á þessum stöðum. Þannig að en sko náttúrulega neyslan Gunnar Smári, hún öll önnur núna. Ég meina, fólk situr og ekki bara börn sem í símum, heldur þú ferð á biðstofu, ég var að hugsa það, það að fá sprautað í augunni á mér niður á göngutitt auglagninga niður á Eiríkskoti á Landsanum. Kannski 10-15 manns á biðstofu, allir nema einn símanum, tjekka hvað að gera. Það ekkert að gera. Kannski enginn horfa á það sama, sko. Nei. TikTokað og Instagram og ég veit ekki hvað og bara leitar að því sem að gerast og þannig að sko fólk í fréttum allan daginn og kannski eru kollegar okkar á báðum stöðum að peila sitt dálítið á því að byrja innganga frétt eins og hún sé ný þegar hún búin að vera í dreifingu á öllu landinu allan daginn. En það getur verið svolítið erfitt að finna það hvernig ætla ég að koma og vera með ferska fréttir en láta samt viðurkenna það að þú sést líklega búin að heyra fréttina. En hvernig á ég að gera það? Þú bara, þá segir fréttina eins og fram hefur komið eða ég orða þetta bara þannig þú ert leiðir til að koma bara inn í koma inn í fréttatíman og bara segja eins og við erum búin að tala allan dag að þá þegar þetta gerðist klukkan þetta í dag þá var hóft atburðar. Við erum reyndar að gera þetta leika okkur að því að segja fréttir ég veit ekki hvort þú sé það en þá tökum við bara myndir af fréttum annara og erum að vísum í þær og svo bara erum við að reyna að segja eitthvað samhengi hvaðan þetta kemur. Að ræða fréttinar. Því að það reikna maður með því að hlustendurnir og áhorfendurnir eru búin að heyra fréttina þannig að það sem þeir vilja fá frá þér er eitthvað svona eins og samhengi eða hvað merkir þetta, hvað gerist næst. Álitið á fréttinni, ræðana byrju, akkur þetta svona, akkur heldur þú að þetta sé svona og annað. Ég meina, þetta að fólk tekur fréttirnar, les þær, tekur það til sín, en síðan vantar, svo ferða í næstu frétt, en þá vantar kannski þú veist, að byrja að greina málið einhvern veginn og brjóta það til mergjar og þetta það ég held að þeir eru svona að gera þetta á RÚV þá voru þið fréttamenn sem eru svolítið sérfræðingar á sínu sviði koma og tala við og fréttaþulurinn hann spyr, þú veist, hvað er þetta og hana þetta er góð framför viðbrögð við hvernig fólk neytir frétta og það meira RÚV núna í haustbúið þá fer fréttaþulurinn svona aðeins til hliðar og stendur við skjá mælir fram svona míní fréttaskýringu þannig að mér finnst það sömuleyti RÚV vera svona undanfarnar 4-6 vikur vera að leita að einhverju öðru formi. Ég held að þeir hafi gert það þegar þeir slóa af 10 fréttatíman þá var ákveðið það ég held ég að lesa einhvers staðar að það lengt einhverja 5 mínútur og þá verið það þannig að það inn í fréttatíman þá kemur eiginlega fréttaskýring sem að fréttaþulurinn hann getur annað verið að bara segja þetta sjálfur og síðan eru settar upp myndir eða tilvísanir og annars lít eða þá að það heldur hún heiti Ólöf stúlkar sem í erlendu fréttum líka og ég man ekki hvað hann heitir strákur sem er líka og þau koma og þá fréttamaðurinn sem talinn vera svona hafa sérfræði þekkingu á einhverju sviði kallaðu til alveg eins og þú kallar til álit skjafa Óla Þ. Harðarsson og hans líka
Og þá þetta fréttina svona mæltar fram. Það líka verður svona smá pása á því að þær alltaf svona mæltar, það sem að lesa fréttinnar. Það verður svona öðruvísi þegar fólk að tala saman. Svona allt öðruvísi áherslur og... Já, þá þetta líka farin að taka það frétt sem þú ert búin að segja og veist að allir eru búin að heyra og brjóta hann til mergjar. En þetta út allan heim hefur fólk verið að leita leiðum hvernig eiga kvöldfréttatíma sjónvarpsins að vera eftir netið og maður sér ýmsar útgáfur af því. Það náttúrulega nú að nota tæknina, miklu fleira að fólk dreigið inn í fréttinnar. Stundum það bara eiginlega detti yfir að vera hálfgerður umræðu þáttur bara inn í miðjum þáttum sko. Það getur verið með 3 og 4 á Zoomi á sama tíma. En vandinn náttúrulega að þú ert með eitthvað svona skip sem eins og RÚV með 25% þjóðarinnar að horfa á þetta. Þannig að þú getur ekki alveg bara sveigt. Þannig að hefðin sem að kannski vinnur ekki með þér, hún togar þig sko að breyta minna á meðan að breytingarnar eru að hvetja það til þess að finna ykkur á lausn. Já, sko, náttúrulega þeirra RÚV, þeir menn taka upp á því að til að komast fram hjá einhverjum reglum og gera RÚV á opinberu hlutafélagi. Því þetta anskotast della sem það nú er. RÚV situr uppi með eitt af vandar að þetta var ríkisstofnun sem var breytt í opinberu hlutafélag. En þessi ríkisstofnun, þetta opinbera hlutafélag með alla lífeyris skuldbindingar, gömlu starfsmannina, Pétur Pétursson og Jón Smúl Árnasonar og förum ennþá lengra, Þorsteinn Stephensen Þetta fólk nú látið kannski, þannig að... Já, en ég að segja að þeir eru að börsla með þetta á herðunum og þurfa að standa að skila því. Þess vegna þurfa þær allar spenning. Ef ríkið tæki bara til sín þessar skuldbindingar, til og með settir rúpar og fjárlög, það má hafa útvarpsgjald og finnur og svo bara sækja menn, hvort það Samstöðun eða Moggin eða hver sem sem sækja styrki til þess að halda uppi ákveðinni þjónustu. Þannig að stór hluti af framlaginu, hvort sem að það verið á auglýsingamarkaði eða útvarpsgjaldið, það ekki að fara til fjölmiðlunar heldur til þess að borga gamlar syndir af því að það var út af lífeyrisréttindum aldraðra ríkisstarfsmanna. Já, stór hluti, ég bara kann ekki hvort þetta eru 2 milljarðar eða 3 milljarðar, þetta er alveg að risa upp að þeir Tókstum ekki að losna við eitthvað þegar þeir seldu hluta lóðinni? Ég veit af hvort þeir voru bara, þeir seldu lóðina var ekki bara verið að borga gamlar skuldir. Ekki lífeyrisskuldbindningar. Ég held Svo er reiknið með tapi núna, það var 260 milljónir tap. Það er alveg sama hvað þeir gera, alveg sama hvað þeir selja mikið auglýsingum og alveg sama hvað þeir hagræða mikið, það er alltaf tap. Alltaf tap. Herðu, þú sagðir áðan að þú hefði verið þingfréttamaður og svo asnastu til þess að taka þér að vera fréttastjóri. Er það leiðilegra að starfa að vera fréttastjóri heldur en að vera fréttamaður? Já, bara gríðarlegt. Allavega eins og ég tók þetta, Gunnar, að þá var álagið alveg heimskulegt. Ég mætti þarna til að vera með fréttafrundi þú klukkan 9 á morgnana og las síðan frétti klukkan 8 á kvöldin og einhvern ímyndaður 12 tíma vinnudagur og fyrir utan það að þú ert að stýra stóri fréttastofu og heldur utan allt sem og það hefur ákveðnar skuldbindingar, pólitískar og alls konar skuldbindingar og það standaður öll spjót og þegar ég kannski kom heim til mjög 9 á kvöldin að þá var 1,5 tími í það að taka símtölu á einum af þessu sem voru kvart yfir þessu eða hrós eða whatever það var þannig að kona mín setti strákana okkar 2 fyrir framan sjónvarpið þetta er pabbi ykkar. Svo sagði eitthvað. Í gríni sagt en samt nokkur alvarar sem að Það er líklega verið meira hringt inn þegar þú varst á RÚV því að það eru fleiri sem að telja sig svona hafa rétt á því hafa skoðanir og tjáðar drokkar dagskrá. Já. Ég man einu sinni þá var ónefndur ágætismaður aðstofamaður Gunnar Thoroddsen, forsætisráðherra. Ég var þá þingfréttamaður. Var ekki Jón Ormur? Já, ég sagði ónefndur, jú.
nema það afskaplega liðlegur og þú kunni sitt fag og annað, nema einhvern tíma réttur í jólin að þá vantar mig fréttum hvað er að gerast í þessum málum ríkisstjórnar. Þannig ég hringi Jón Orm, það liggur mjög vel á hann bara segir mér allt og bara lesa upp fyrir mér listan á málaskráni og ég geri alveg svaka frétt 5 minútna fyrstu frétt og lýsi þessu fjálglega og sé mikið að vera þótti alveg frábær frétt og vakti mikla athygli. Ég kom heim klukkan 9 kvöldu, hringi síminn. Ingvar Hrafn, þetta Gunnar Thoroddsen. Og þá var forstráður að byrja, hvaðan hefur þú allar þessar upplýsingar í yðar ágætu frétt, það var þér að í gamla dag. Og ég sáður á það var nú bara aðstofamaður yðar, hertutur, forsættir ráðherra. Já, í framtíðinni þegar þeir viljið afla upplýsinga, þá skulu þeir hringja beint í mig og ég mun þá alltaf taka síman. Og það var raunin, það ég man ekki hvort það voru 2 ár liðin, 82 ár eftir í lífi þessar, eftir það hafði ég alltaf aðgang á honum, tók alltaf síman hjá mig sama hvað var að gerast og svaraði öllum mínum spurningum en koma eðlilega sínum sjónarmiðum á framfæri og hann var mjög naskur á að finna það að hvernig fréttir hann átti að láta mig hafa þannig að mér fyndist það er svona það lítið fá nóg til þess að sambandið héldi áfram. Ég að segja það. Já, og þannig að hann væri þegar hann sagði, þetta fyrsta frétt kvöldsins? Og ég sagði, já, það sýnist mér nú allt, en ég náttúrulega ekki fréttastjóri ráðherra, en ég mun leggja það til. Þeir eru mjög skóðir stjórnmálamennir í þessu, sumir eru svolítið naskir á þetta. Að orða hlutina með þeim hætti. Steingrímur Hermannsson, ég minnist hans með mikilli ánægju og vinningu og hann kunni algjörlega þetta fjölmiðla og hann var ordra frá honum til hans ritara að ef einhver fjölmiðla tringdi hvort sem það eru Víkurfréttir eða Austfirðingur eða Bæjarins besta eða hvað sem var, ef hann var á ríkisstjórnarfundi eða einhvern af upptökin þegar hann var búinn og áður en hann fór heim á kvöldin þá hringdi hann tilbaka alltaf sýndi mönnum þá virðingu að virða erindið og hann var vinsæll til stjórnmálaður landsins heilan áratug frá öllum flokkum og allstaðar mjög svona, hvað myndi heita það, svona breiða skírskotun. En bara að því ég spurði að þessu, þegar þú varst orðin fréttastjóri, saknar þess ekki að fá að vera bara fréttamaður? Jú. Að sömuleyti það gaman að vera fréttastjóri, þú ert eins og sért að keyra gröfu, þú hreyfir hendina svona, þá hreyfist miklu stærri armur. En að sömuleyti þetta hundleiðilegt að vera með mannaforráð og að vera að stýra svona, miklu skemmtilega að vera vasasbar í því að gera fréttir. Ég vildi aldrei vera fréttastjóri, það var gengið og eftir með þetta, ég var að mókin peningum í ráðgjöfafyrirtækinu mínu og fjölmiðlaráðgjöf og ég var fjölmiðlaráð og auglýsinga stofa í leiðinni þannig að ég var komið mikið umsvif og miklar tekjur og þarna var ég allt í einu að fara á laun sem deildarstjóri hjá hinu opinbera því að fréttastjórinn bara deilda í launatöflu þá var hann deildarstjóri hjá hinu opinbera og en svo var ég svo heppi ég vann fyrsta vinningi í Hafsæti háskólar fyrir 40 árum síðan. Annars hefur ekki haft efni á þessu? Nei, og þá gaf kona mér leyfi til að fara í þetta fréttastjórnarjobb að því við höfum efnaði. Herðu, það vakti athygli þegar það var verið að tilkynna þetta yrði ekki sjónvarpsfréttir helgar að forstjóri Sýnar sagði sér svo að það vantaði tekjur til þess að standa undir fréttatímann. Og ég fór þá að hugsa
það var aldrei þannig að sko auglýsingatekjurnar inn í opna glugganum stæðu undir fréttastofunni, heldur var opni glugginn var auglýsing fyrir stöðina. Þannig að fyrirtækið sætti sig við í allan tíman að reka þennan opna glugga með einhverju tapi, því það var eiginlega bara markaðsdeildin sem fékk þá bara opinn auglýsingaglugga til þess að kynna dagskrárna og safna áskrifendum. Þannig að ef þú lokar glugganum, þá missur áskrifendur, þannig verður að hafa hann opinn og þú bara sættir við það að ég var að skoða þetta svona 2005 að á þeim árum þá sýndist mér þetta vera eiginlega svona 200 milljón króna tap á ári og búið að vera alveg sko aftur fyrir þína tíð sko. Svona meira og minna, stundum var aðeins meira og það virtist vera þannig að þegar menn drógu úr kostnaðinum að þá eltu tekjurnar það bara niður. Þannig að ég er ekki að segja að þú mátti bara eyða hverju sem er. Það er ekki þannig. Þú svo margt að þeir lokuðu fréttunum tíma. Það gekk ekki. Það var bara falla áskriftirnar. Já. En miðað við þetta sem hún segir, að þá sé ég ekki að sko, þau mun aldrei finna tekjur í opna glugganum til að standa undir ekki einu sinni fréttum í miðviku. Þannig ég hugsaði að þau loku sér bara eftir jólavertíðina. Bara því miður að þá held ég að sé rétt hjá þér að þessi helgarlókun er bara fyrsta skrefið af endanlegri lókun. Þetta er svona þegar fréttablaðið hætti að vera borið í hús og fóru að dreifa þessu bara í búðir. Já. Það var bara korteri seinna að vera þetta búið. Já. En sko, nú veit ég meina sjáðu, síminn græðir að tá á fingri. Þeir eru ekki með fréttastofu. Þeir eru ekki með fréttastofu, en fréttastofan hún er bara einhver, 200 kall, eftir hvernig þú hugsar það. Þannig ég veit ekki hvort að sín er illa rekið, hvort að það er bara ekki góðu fólk. Einhvern veginn hefur verið svona fréttum að sjá að þá hefur verið los á mannskap, það hættu þarna hver framkvæmdastjórinn eða deildarstjórinn að fætur öðrum á árinu núna sem er að líða og hvort að henn eru einhverja mislaðar hendur með að reka þetta fyrirtæki, veit ég ekki. Er ekki Jón Ásgeir komið með fyrirtæki tengt honum sem að já, okkur hlutaninni, en ég held að stærsti hlutaninni er þessi maður sem byggði upp Intrum á Íslandi og er búin að selja það. Kreditinfo. Já, hann er stór þarna. Ég held að ég sé bara gæti verið stærstur. Já, næstum með 30% sko. Já, og en ekki Jón Ásgeir með einhver 10%. Já, minni, en þarna eru menn, þetta eru businessmenn sem er ekkert í þessu neitt hugsjón, þeir eru í þessu til að græða peninga. Skulum við gera það. En ef þú væri businessmaður sem við veit ekki hvað þú ert, þú myndir aldrei kaupa fréttastofu. Þú myndir frekar að kaupa ísbúð. Eftir hvaða goodwill þú færð út á það fyrirtæki fréttastofar sínar. Í staðin fyrir að þeir voru að reka sín með fréttastofur stöðva 2. Svo fóru þeir í það, ok, gerum nú bara kölluðu þetta fréttastofur sínar. Svo bara gera þetta. En þá er bara fara að leka út dekkinu og svo bara allt fréttatíminn og stuttur og lítið og illa mannaður. Nú veit ég ekki hvort að menn eru í einhverju vinnu við að endurskoða módelið eða endurskoða hver á að stjórna hver á að gera þetta og svo er ljótt að segja er nauðsynlegt að það sé þessi fréttastofa í gangi? Fyrir samfélagið? Er kannski bara best að það sé ríkiseiningun á sjónvarpsfréttum? Já, þú varst að lýsa því hvað gerist þegar það er engin samkeppni. Já, ég meina, það verður að koma eitthvað, sko. Sama hvað okkur finnst, þú veist, og hana, þá er harður veruleikinn í því, þú veist, já, þú sagðir, heyrðu, ég ætlaði að kveikja á fréttumstöð 2 í gær, ég ætlaði líka að gera það, ég fattaði það, en þá var klukkan sko korter í 7 þegar ég fattaði það og ætlaði að ná bara íþróttafréttur og þá var náttúrulega bara ekki neitt það. Heyrðu, en eitt varðandi þetta með sín, er náttúrulega skráð félag og það er engin fjölmiðl í heiminum sem að skila svo miklum arði til þess að það standist kröfur þeirra sem eru að kaupa sér hlutabréf í kaupöllinni.
Þannig að ég held að sumuleyti þá það bara vonlaust að vera með fjölmiðlafyrirtæki sem skráð félag. Það verður alltaf dragbítur fjarskiptafyrirtæki, þið horfðu kannski á það að það verður allt í lagi vegna þess að þeir hefðu þá bara meiri hag af fjarskiptunum og líklega var það veðmálið í sambandi við enska boltan að þeir ætluðu að einhvern veginn að fólk yrði eina leiðin til að hafa aðgengi að enska boltanum var að kaupa fjarskiptin af sín en samkeppnisstofnun eða fjarskiptastofnun bannar þeim það. Ég skil ekki hvernig fjarskiptastofnun hefur eitthvað úrskurðavald það hvort að sín þeir eru búin að kaupa enska boltan skildug til að láta einhver aðra hafa þetta. En þeir líta svo á að þetta sé í lögum. Ég botna ekki ég botna ekki í þessu valdi fjarskiptastofu, ég segi alveg svo ekki frekar en fjölmiðla nefndar því lít anskotans apparat það var einhvern veginn byrjaði sem held ég ein kona á skrifstofu og einhver sagði mér að nú var þetta komið í 4 lögfræðinga þetta maður alltaf verið að svara þeim einhverju svona hvað heitir hann hérna vinnur okkar podcastari einhver sem var svo Þórarinn Hjartarson, hann vil ekki skrá ein pæling sem fjölmiðil. Já, hvað heitir hann? Þórarinn Hjartarson. Já, Þórarinn Hjartarson, já, akkurat. En hann gerði þá feil að senda þeim mail og þar með bara komust þér á bræðið og hundi allt hann síðan. Það alveg með ólíkindum. En ég veit ekki hvernig þetta fer með en þú sagðir, kannski er það náttúrulega þannig eins og oft ég meina, ég man til dæmis þegar Fréttablaðið gafst upp að þá hugsaði maður, ég meina, þetta var nú ekki búið að vera burðugt síðustu 2 árin, þannig að þetta kannski ekki mikið söknur í því. Helgi Magnússon mókaði náttúrulega bara peningum við þetta. En svo rennur allt upp fyrir manni, jú, þetta náttúrulega alvarlega en það að Morgunblaðið sé eina dagblaðið sem eftir þetta svolítið alvarlegt tíðindi. Og sama við getum sagt með að því að búið að minnka fréttistöðatöfunir fyrir ekki sínar að koma í korter og bara á virkundugum og svo hættaðir og þá sem ég menna að þetta var annað sem búið. En það er líka í sögninni allt sem þetta var og hefði ekki orðið. Og það ef að RÚV 1 á markanum. En þið fóruð út í þetta Fréttablaðsævintýri, þú og Jón Ásgeir. Nei, það var ekki reyndar, það var djefaföðgar. Það voru djefaföðgar. Já, svo kom þeir kom í ljós að þeir réð ekki við að halda því úti. Já, hvað komum til söguna? Og þá fór ég og Raggi Tom maður mannst ekki eftir honum nýláttinn, blessuð sé minning hans. Og þá fórum við að leita að fjárfestum og ég var með þá kenningu að einu menninni sem getur komið hingað séð hagaði að halda Fréttablaðinu gangandi, ég var í Kaupmannahöfn í Reykjavík og það byggði ég á ég þekkti sögu Morgunblaðsins sem hafði lent í vandræðum á 3. áratugnum og þá komu Kaupmannahöfn í Reykjavík og þess að þeir þurfa á fjölmiðla að halda til að dreifa auglýsingum og ef þú ert kaupmaður í Reykjavík ætlar að sitja undir einokun mokkans og láta hann skrúa verðið upp og þannig að það sé bara biðlisti eftir blaðsíðu 3 á föstudögum í desember í 7 ár ég held að það hafi verið 7 ár þegar það var og Raggi Tom myndist þessa fundar svolítið oft og hló mikið. Hann sagði að hann hef aldrei séð hugmynd selda jafn hratt og keypta jafn hratt. Hann sagði að þetta hefði gerst á 20 sekúndum. Sem að Jón Ásgeir fattaði allt í einu að ef hann myndi leggja til fé til þess að halda Fréttablaðinu gangandi, hagur hans miklu meiri með því að halda niðri að auglýsingaverði heldur en að sitja uppi með mokkaninu. Já, ég menn ykkar prinsip var það að mokkinn ætti ekki að vera einn. Nei, mitt. Nú mokkinn orðin einn, en að vísu með öfluga samkeppni, tölum við þeirra, Vísir og Sýn. Vísir Sýn. Vefurinn. Ég að segja það, vegna þess að mbl.is náttúrulega og þetta blað sem að kemur, eins og blaðið núna mándagsblaðið í morgun, ég veit ekki, bara 24 síður, ég veit ekki og það er á 6 síður minningagreinar eitthvað, en þetta eru fréttir, þetta eru fréttir og svo náttúrulega auglýsingar og náttúrulega 50-dagsblöðu sem eru frí en bara núna desembermánuður þá var náttúrulega verið bara gríðarlega auglýsingarsala í Morgunblaðinu öllu vegna þess að það er ekki hvergi annars staðar. Það er hvergi annars staðar, það er bara þannig.
Þannig að en svo var annar nú, sko, við erum kannski svolítið vitlausum tíma að tala um þetta, vegna þess að Logi Einarsson, hann segist vera með einhverjar aðgerðir í 20 liðum. Hann ætlaði að kynna í síðustu viku. Hann ætlaði að kynna það núna held ég á ríkisstjórnarfundi á morgun, en ég segi við þig, það er engin kjarkur til að taka RÚV af auglýsingamarkað. Það kemur ekkert út úr. Það er bara ekki að gera. Hvort þeir taka af 20 manna markaðsdeild á RÚV sem talað og þannig að þar með það fara allir sölulauna bónusar í burtu, þú ert vanlega heldur bara kemur einhver gluggi þannig að þú bara ferð á netið, þú ert pantar hérna auglýsingu hér og annað og borga fyrir hana og annað því. Breytir einhver, þá finna auglýsingarstofunar og dreifum bara einhver aðra leið til að gera þetta og magni mun ekkert minnka. Þessir menn sem að selja auglýsingar núna, þeir eru á sérstakri skrifstofu í birtingahúsum og munu taka sömu tekjurnar og hafa sömu stjórnin á því að beina auglýsingum. Já, þannig að meðan ríkið er að selja auglýsingar sem er algjör tímaskekkja að þá mun ekkert breytast og fyrir þetta að Þorgerður Katrín sem var náttúrulega glemdu því ekki, hún er sko fyrir deildarstjóri á RÚV og fyrirverandi menntamálaráðherra fyrirverandi Pál Magnússon sem útvarpsstjóra fór beint í það að verða menntamálaráðherra frá því að vera deildarstjóri hjá á RÚV. Þannig að hérna þegar hún kom, ég man ekki að þegar hún kom fyrst í heimsókn á RÚV vera dálítið ráðherra, þá faðmaður hvernig er þetta mann sem hann hitti þar á göngum. Þannig að svo bara það þorir engin stjórnmálamaður, hvort sem að þeir Sigmundur Davíð eða Snorri Másson eða hver, það þorir engin í að svipta RÚV auglýsingatekjum. Þú kannast við rökin sem eru á móti því sem þú ert að segja, sem er að það, ef þú tækir þessa milljarða sem að RÚV tekur, að þeir fara ekkert í Sín eða í Mokkan og þeir fara bara í Facebook og Google. Já, ég meina, það á að fylgja þessum aðgerðum einhvers konar álögur á Meta og Instagram og allar stóru miðla sem er að taka auglýsingar, en það var líka gott að ríkið hægt að kaupa þau. Þessar 1200 milljónir eða 1500 milljónir sem ríkið er að taka, stór hluta því færi í fjölmiðlana. Það er bara það. Þetta peninga færi ekki neitt til útlanda. Þeir munu vilja vera þar sem að íslenski neytendur eru, hvort sem þetta er að lesa eða hlusta eða heyra. Ég hef engar ákveð eitthvað að því færi, en það er mjög auðvelt á að vera fyrir að menn hafa kjark til þess að bara að þeir sem útlensku miðlar sem eru að taka íslenskar auglýsingar og borga engar vask af því og ekki neitt að einu. Það er einhver mat að þetta væri 15 milljarðar sem hefur farið undan fjölmiðlunum yfir í erlenda veitur og það munar náttúrulega það að vanti 15 milljarða. En svo er náttúrulega annað gerst sem er það að áskriftir hafa minnkað. Það er náttúrulega ekki svipur hjá Sjón, áskriftir af Sín er ekki hægt að vera áskriftir af Sín, þetta er ekki opið stöð. Þú nefndi Mokkan áðan sem er einn eftir. Ég sá það einhvern daginn, þá var ég að skoða, kannast við tölurnar og sá að lestur Mokka sem svipaður og þegar ég var með pressun á sínum tíma, sem var bara svona jaðarmiðill sko, handan við Mokkan og Devaf og Flokksblöðin og að þá er það orðið kraftur Mokkans. Þú vannst á Mokkan í Kanada þegar 60% af 50% af fólki las Mokkan. Ég var 13 ára á Mokkanum í upphæði mér ferils og ég man held ég að stærsta upplag Mokkans hafi ég náð því að vera 55.000 eintök prentuð og sko, það var þvílíkur hagnaður að ein jól þá fengum við blaðamenn 2 mánaðarlaun í bónus. Ekki 13. og 14. mánuðin. Ekki 13. og 14. mánuðin. 13. og 14, jú.
og þannig að sko að afkoma var og við máttum gera hvað sem var þegar þú leigja flugvél til að fara eitthvað skipti engu máli að bara það var gríðarlegu metnaður. En þetta farið og mun aldrei koma aftur. Já, kemur aldrei. En ég held að Moggi síðustu tölu sem ég heyrti að sé eitthvað 8.000 eintök. Ég að borga eitthvað 9.200 krónur á mánuði. Þú ert fyrir minn Mogga og ég les á netinu sko. Ég bý í húsi sem með 7 íbúðir. Já. Það kom alltaf bara 1 Moggi á 50. Á 50? Já. Þannig að það kemur ekki sko 7 eins og þegar við vorum að drefa fréttablaðinu sem að rekna með allir læsi þetta. Það kemur 1 blað og núna að hætta að koma. Þannig að líka sko 50 dags. En það sem ég ætla að koma að því að þú nefnir MBL og Vísi áðan. Öfugt við eiginlega allstaðar í nágrannlöndum okkar af því ég að undirbúa kvöldfréttir og þá fer ég og að reyna að lesa þýsku pressuna og dönsku og ég lendi allstaðar á greiðsluvegg. Það hvergi í heiminum sem að maður hefur aðgengi að ókeypis fréttum eins og MBL og Vísi og RÚV. Það reyndar sko, þú getur lesið sko NRK og DR og þú veist og BBC ókeypis en hitt allt selt. Já, ég meina, ég til mér núna þegar Moggi bauð áskrift að New York Times og The Athletic sem íþróttaútgáfa New York Times. Ég var áskrifandi þessu hvort tveggja, þannig að ég sagði upp minni áskrift og bara fekk með það sama og ég held að $14 á mánuði. Einhver, 800 kall. Sem ég lækkaði allavega Mogga áskriftin mín sem svara því, þú veist, á mánuði. Mér hefur dottið í hug þegar Logi að horfa á þetta og hann ætti að segja við Sín og Moggan sko áður en að þið biðjið stuðning þá verðið að loka MBL og Vísi eins og Aftenposten og Berlingske og Dagens Nyheter og Die Welt og The Times og New York Times og Washington Post og allir Le Monde, allir í heiminum. En þú ert náttúrulega með á Mogganum og Vísi líka að Vísi með eitthvað sem er innherji sem svona business og þú verður að borga þeim eitthvað 2 skall á mánuði til að fá aðganga því lestri og það er eitthvað eins á Mogganum þú ert að þú farið eitthvað pínulítið til viðbótar sko. Farið einhverjar þú getur lesið úr blaðinu, þú getur lesið svona aðsetta greinar og ég held að þú getur þess ekki lesið leiðaran nema að vera áskrifandi. Hann er ekki ókeypis. Já, ok, já. Þannig að það hefur aldrei verið held í ritstjórnargreinar og Staksteinar. En við finnum svo sem ekki lausnina þessu. Allir menn út allan heim að reyna að finna lausnina að við kannum að vera eitthvað fjölmiðla. Það er engi fundið það. Þetta er eins og heimildin, ég meina, þeir vilja fá 2.500 kall á mánuði frá þér, held ég, eða hvort það er 3.500 ég man það ekki. Til að lesa blaðið. Þeir kom út á einu sinni viku, einu sinni mánuði. Einu sinni mánuði. Einu sinni mánuði. Þeir voru aðra hvora viku, breyttuðu yfir í hverja viku og núna voru þeir núna í haust að breyta bara einu sinni. Þannig það er líka samdráttur það. Þeir eru bara, og sjáðu það bara hreinlega, við ráðum ekki við meira. Þannig að þetta er svona spurningi þessi bara hver er ábyrgð ríkisvaldsins að sjá til þess að umhverfi fjölmiðlunar, frjálsar fjölmiðlunar á landinu sé slík að það sé ásættanlegt og þá er spurning byrju hver ætlar að ákveða hvað er ásættanlegt. Þetta er mjög flókið ástand, mjög áhugavert og það verður svolítið gaman að sjá hvað sín gerir. Ég held að hljóta verði einhverjar breytingar á yfirstjórn sínar. Mér bara sýnist að það hafi verið bara ómikið, hvað ég kalla, ekki fólksflótti, grunn og það. Það hefur verið það, sko. Já. Og sömuleiðis væri þetta að segja líka fréttastofuna, en það er kannski ekki fréttastofuna að kenna, það er því miður að þá er frétta og blaðamennska láglaunastarf og þegar þú ert komið með svona sæmilega reynslu að þá stendur þau til boða kannski tvöfaldar launiðinn með því að fara. Þegar ég stundum satt eitt svona þegar ég byrjaði í blaðamennsku
að þá voru kannski svona 300 pluss blaðamenn og það var einn upplýsingafulltrúi og hann hét Jón Hákon Magnússon. Núna eru líklega kannski bara 130 blaðamenn, en ég held að það séu 900 upplýsingafulltrúar. Þannig að þú tækir sko alla upplýsingafulltrúar sem eru bara í vinnu hjá ríkinu, að þá er það kannski svona 5-föld ritstjórn ríkisútvarpsins. Og svo ef þú tækir sko verkalýðshreyfinguna og ýmis svona frjáls félagasamtök og eitthvað fleira, þá erum við raunverulega með, að aldrei verið með fleiri blaðamenn í vinnu. Gallinn er sá að þeir vinna ekki á ritstjórn eftir sko blaðamennskulegum reglum, heldur vinna þeir við að koma til okkar einhverjum áróðri eða skilaboðum. Svara fyrir spurningum og reyna að beina umræðinni til hagsbóta fyrir þá sem að ráða. Og ég meina það allir og ömmur þeirra þurfa að hafa blaðfulltrúa eða upplýsingatækni stjóra eða hvað sem þetta sem að Steingrímur Hermannsson þurfti ekki. Nei, hann bara svaraði alltaf öllum símtölum. Og Gunnar Thoroddsen. Og Gunnar Thoroddsen. Ég held að mætti nú benda sömu stjórnmálumenn á það er miklu sniðura fyrir það að taka þetta sjálfur heldur en að vera með sko 3 manna teymi í því að þinna allt út. Sjáðu, einn albesti fréttamaður, Heimir Már Pétursson, sem að alveg sko fór á kostum, fannst mér, hefur farið á undan Flokkur fólksins. Kaupir hann bara, ég veit ekki hversu miklu hærri laun hann fær sem að talsmaður Flokks fólksins eða hvernig kannski hefur hann bara pólitíska metnað, hann var náttúrulega svolítið í pólitík. Hann er náttúrulega guðfaðir samfylkingarinnar þegar hann sameinar Alþýðubandalagið og kratana og það þegar Vinstri Grænir hann var guðfaðir þess alls saman. Er það einhver þetta hættur í fjölmiðlum? Segjum það mér fundist pólitík síðast ásverð og svo leiðileg að ég tók mig pásu og ég ætla að byrja aftur svona janúar, febrúar þegar fólk komið til starfa á Alþingi aftur og aðeins ég bara Hrafnaþing. Og hverju verða með þér? Ég bara sjá, og Kristinn kemur örugglega inn í það eitthvað og því að það núna alltaf þurfa allir íhaldmenn á dekkunarsmári. Þú veist flokkurinn minn stendur í 16% en hann náttúrulega meiri hluta á Alþingi gegnum Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokkinn og Viðreisn. Það svolítið merkilegt. Hann næri ekki meiri hluta kannski könnunum, einstakar könnunum. Ég að tala kannanir eins og það eru núna. Þetta náði ekki sko. Þannig að ég meina 36 20% af Miðflokkinn, 16%, það 36 og svo Viðreisn var bara með 12, það eru 48. Já, en með dreifingu þingsæta myndu þeir vera með svona 35 þingmenn. Og þegar Hrafnaþingi kemur að þá náðu þessu 2% sem vantar. Þá fara þeir, við tölum ekki neitt undir 25% Gunnar Smári. Finnst þér eðlilegt að Sjálfstæðisflokkurinn sé minni en Miðflokkurinn? Þetta nú einhver tilkjúf við þessu merkilegt að kollegi okkar, Snorri Másson, sem var bara komið svo skapaður inn í fréttamanninn, manstu, á Stöð 2. Djöfull, flottur og frambærilegur, alveg elegant, sko. Heyrðu, hann nennir ekki að standa í þessu lánunardrasli og hann fer og býr til sin eigin miðil. Það er nú alltaf verið ég keypti mér held ég $80 áskrift hann er nú frendi minn sko til að hlusta á hann gerði það nú ekki oft en svo er maður komin að þing ekki bara að hann komin að þing hann heldur áfram að vera frambærilegur og flottur og bara hann einn hann kemur Miðflokknum upp í þessi tímabundu 20%, ég veit ekki hvað hann ekki lengi í því, skilurðu? Svo úr 12, þannig hann nær að sveifla 8%. Ég er að segja það, Sjálfstæðisflokkurinn úr 24 niður í 16. Þannig að þetta fylgir, þetta er alltaf flökti, skilurðu, og allt, en ég veit ekki, sko, þetta náttúrulega breytist ekki. Þorgerður Katrín, hún á bara einn draum í lífinu, það er Evrópa og hún
mun reyna allavega til í sítrasta að koma á þjóðaratkvæði klukkan 27 hvort að við halda áfram þessu viðræðum. Það eru 24 kaplar. 11 kaplar eru búnir og ég veit það Gunnar Smári vegna þess að hann hvað heitir hann sendir hann sem var Jóhann Vestmann-eigingurinn Jóhann Haukur sá sem var okkar sáningamál á INN þá fórum við í gegnum ég held að við 5 klukkutíma þetta við fórum í gegnum allt sem búið var að semjum þegar Það voru ekki auðveldustu kaflanir sem búið að semjum? Jú. Þegar komið að sjávarútvegi og landbúnaði að þá verða Le Pen að því Össur segir sem að skipar samningamannunum að hætta við þetta vegna þess að Íslendingar mun aldrei gefa eftir eina sjómílu af sinni fiskveiðilög. Sem er líklega rétt. Já. Sem er rétt, já. En ég veit ekki hvernig Þorgerður Katrín ætlar að selja þjóðinni að það sé engin hætt á því að Þú er ennþá áhuga á pólitík? Já, Þú talar svona, þú ert sjálfstæðismaður. Já. Finnst það ekkert skrítið að fréttastjóri RÚV og fréttastjóri Stöð 2 hafi verið svona, hvað við segja, innvígður og innmúraður sjálfstæðismaður? Ég meina, það vissi allir ég kom að 13 ára mokkanum, þú veist, og Þannig þið finnst það ekki tröfla? Sumir finnst það, mér finnst það ekki, sko. Tröflaði mig aldrei. Nei. Og ég fann ofta ég þetta að fara, þú veist, þegar ég var að stjórna umræða þóttum aður slíku og ég þetta að passa rosalega upp á það hverju ég kallaði til mig þannig að það ekki uppröft einhvers annar staðar. Og þurftur að vera sérstaklega vondur við þitt fólk? Til dæmis. Sérstaklega að menn fylgdu því eftir hvort að ég gengi hart að Geir Hallgrímssyni heitnum blessuðum þeim Svo erfitt að ganga hart að hann var svo kurteis og að skipti engu máli hvað eru spurður Geir Hallgrímsson svaraði alltaf á sömu ról sem og ég sá hann aldrei nokkuð tíman skiptaskapi á nokkuð þá. Herðu Yngvi, gaman að fá þig hérna í spjall á aðvendunni. Gaman að koma hérna á samstöðuna, koma inn í kommaveldið ykkar hérna. Og gangið vel með hérna Hrafnaþingið í janúar. Thank you very much. Herðu, við ætlum að halda áfram að taka á móti gestum hérna á aðvendunni, hérna nóg að gestagangur hérna á samstöðunni. Næsti kafli eftir augnablik. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is.